Í gömlu húsi við Tungötu á Siglufirði í Fjallabyggð ljóðasetur Íslands. Ég tók hús á þeim sem hefur annast þetta ljóðasetur frá upphafi, Þórarni Hannesinni. Jæja, Þórarinn, hvað ljóðasetur Íslands? Hvaða fyrirbæri það? Hvaða fyrirbæri það, já. Sko, það náttúrulega kannski fyrst má segja að þetta það eina sinna tegundar á landinu og hugmyndin að þessu fæddist 2008 líklega, 2007-2008 þegar allt var í blóma á Íslandi og maður hélt að yrði kannski tiltölulega auðvelt að fá fjárstyrki í þetta þarfa og góða verkefni en svo breyttist það nú einni nóttu eins og við vitum en draumurinn dó ekki og ég opnaði 2011 þá kom frú Vigdís Finnbogadóttir og vígði þetta með pomp og prakt þann 8. júlí 2011. En hugmyndin kom nú ekki alveg svona lausu lofti því að ég var búinn að vera áður með ljóðakvöld þar sem bæjarbúar tóku virkan þátt 2005-2006 og byrjaði svo með ljóðahátíð hér sem á vegum ungmennafélagsins Glóa sem ég veiti forstöðu og byrjaði með hana 2007. Þannig að þetta var svona eins og framhald af þessu sem ég hafði verið að gera svona á vegum ljóðlistarinnar. Já, með inn í setinu þá erum við að segja sögu íslensku ljóðlistarinnar, hvernig hún hefur þróast í gegnum aldirnar og byrjum bara á eddukvæðunum, bara á landnámsöld og svo lesum við okkur í gegnum aldirnar þetta svona, má segja, menntaskóla lærdómurinn í hnotskurn og þarna hægt að lesa helstu skáld á hverjum tíma, hvað var í gangi í þjóðfélaginu og svona, af hverju þessar breytingar urðu og svo eru svona myndir af helstu skáldum sem svona tengjast hverju tímabili og svo að ógleymdum ýmsum merkum bókum sem sumar eru vandfundnar í dag og ýmsar svona áritaðar bækur eins og hann í gullakistunni sem við höfum. Áritaðar bækur frá Stefáni frá Hvítadal, fyrsta bókin hans, Söng af förumannsins og árituð bók frá Tómasi Guðmundsinni og ýmsar fleiri og fyrstu bækur ýmissa okkar bestu skáldum. Já, og svo erum við með inn í þessu horni erum við að reyna að safna einu eintaki af öllum ljóðabókum sem komið hafa út á landinu og erum kannski komið með svona 1/3 af því sem að gefið hefur út, þó að sé nú erfitt að vita nákvæmlega hversu mikið hefur gefið út en þetta eru 3000 bækur. Það eru svona frumortar ljóðabækur sitt hvorum megin, svo ljóðasöfn, ýmissa skálda og þýðingar og ljóðasöfn svona sem að tengjast ýmsum héröðum og svona sem fleiri skáld eru. Og svo erum við einnig söfnum við ævisögum ljóðskálda á minningabókum og fræðibókum ljóðlistina. Og svo nú gaman líka að þetta svona flott fyrir augað þessar plötur sem að skáldin voru að lesa inn á áður fyrir og fólk settist í betrustofuna og hlustaði á skáldin lesa og það gaman að eiga þær og hafa til sýnis og eins plötur frá kvæðamannafélögum og þar sem að hafa verið búin til lög við ljóð ýmissa skálda. Og svo má segja kannski svona hryggstykkið í starfseminni séu lifandi viðburðir sem við erum með á hverjum degi við sumarið, alla daga klukkan 4, þá eru einhverjir lifandi viðburðir, svo framalega sem einhverjir eru til að njóta. Og það nú ekki alveg alltaf, en hér hafa verið viðburðir fyrir 2 og upp í 90 manns þegar mest var og var þá þröngt setið og staðið. Svo fáum við svona ýmislegt skemmtilegt sem gaman að sýna og ekki hægt að finna annar staðar. Má til dæmis nefna vísur sem að Ingólfur Jónsson frá Prestbakka sem nú þekktastur fyrir það líklega að hafa samið ljóðið Bjartir yfir Betlehem sem við syngjum alltaf jólin. Hann átti barnabarn og kom nokkur sinnum á Siglufjörð og skildi þá eftir sig þessa vísur, 2 vísur Siglufjörð og ég samdi svo við þær lag og þetta sungið alltaf núna á sólardaginn þegar börnin koma úr barnaskólanum og stilla sér upp í kirkjutröppunum og syngja til sólarinnar þann 28. janúar. Syngja nokkur sólarlög, meðal annars þetta, Sól yfir Siglufirði, við vísur eftir Ingólf Jónsson frá Prestbakka og
það má sjá þar hérna, þar sem að ritar með eigin hendi. Ert þú sjálfur búinn að vera ljóðamaður frá fyrstu tíð? Ég hafði mjög gaman af bláu skólaljóðunum í barnæsku, í barnaskólanum og svona fannstu, já, hafði gaman að læra þau og með áhuga sama kennara sem að svona kveikti einhverja neista þarna, en svo svona, já, maður fór að reyna að yrkja sjálfur og svona, gera tilraunir með það, en svo svona þegar lífið tók við, má segja, þá svona dofnaði þetta en svo svona aftur að svona seinni stigum þegar fór eitthvað kannski aðeins að róast og þá svona leitaði þetta á mann aftur og held tók mann bara svona heftarlega, má segja. Já.